Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það stór stund fyrir Pétur Gunnarsson á morgun. Þá verður hann útnefndur heiðursdoktor við Háskóla Íslands. Hann eitt af þjóðskáldum samtímans, myndi ég segja. Bækur hans breyttu miklu fyrir mig og minn uppvöxt. Og hingaði komin Gauti Kristmannsson, prófessor við HÍ, sem stendur svolítið að þessari athöfn, ekki satt á morgun. Jú, það íslensku menningadeild sem og fjölmargir kennarar í íslensku menningadeild sem skrifuðu þarna bréf þess efnis að í ágúst síðastlinnum að veita Pétri þessa nafnbót. Þetta er svona æðsta nafnbót sem háskólinn veitir. Já. Og þykir mikill heiður og það er svona Halldór Laxness og fleiri svona sem í þessum hópi náttúrulega. Og það var samþykkt með algjörlega yfirgnæfandi meirihluta atkvæða í deildinni og nú erum við komin á þann stað að það verður athöfn sem sé á föstudeginum 30. janúar klukkan 14 í hátíðasal Háskóla Íslands. Allir velkomnir ef einhver þarna vill og þarna almenningi boðið sem sagt. Já, það opið öllum svo lengi sem plássið og þetta er sko doktorsvarnir og heiðursdoktorsveitingar eru svona dálítið ritual í Háskóla Íslands. Þá eru menn í skikkjum og þarna og svona það boðið fyrir fólki og allt það og þetta er bara mjög sko gleðileg athöfn og þarna og gefur held ég vonandi þarna heiðursdoktornum mikið og okkur líka að fá hann í þeirra hópi fyrir okkar deild. Já, bara ég segi til hamingju. Já, takk. Hvers vegna verðskuldar Pétur þennan heiður? Já, sko, við týndum til nokkra röksemdir þarna, kennararnir og þarna og það var náttúrulega fyrst, sko, fyrir það fyrsta kemur út 1976 bók sem heitir punktur, komma, strik. Sem ég held að hafi breytt bókmenntalandslæginu töluvert hér, sko. Þetta er svona fyrsti eftirstríðsára höfundurinn, svona eða einna fyrstu, það voru nú kannski nokkur sem voru fædd eftir stríð. Svona fyrsti, eins og þessum kallaði baby boomer rithöfundurinn. Og sko mér persónulega þá skipti maður úr Alistair MacLean yfir í punktinn, sko. Sem voru góð skipti. Já, mjög góð skipti og þarna og ég þekki mjög margt fólk sem minnist þessara bóka með mikill hlýju og svo las maður hérna fjórleikinn allan eftir því sem hann kom út en þetta næst var ég mig frá mér til mín svo koma persónur og leikendur og svo sagan öll og þessar bækur þær gáfu þessari kynslóð held ég okkar kynslóð sem er fædd svona kringum 1960 aðeins upp úr fram til 70 við erum þessi baby boomerar þessi hræðilega kynslóð en þetta var röddin okkar og þarna við fundum okkur í þessari rödd. Já, og fyrir mig af því að ég fæddur nokkrum árum eftir þér og ég tekið undir að bækur Péturs breyttu mínu lífi það breyttu því hvernig ég hugsaði það breyttu hugmyndum mínum hvernig var hægt að skrifa að sko þetta er svo marglaga það er svo margar breytingar sem hann kynnir fyrir manni. Já, og mér fannst það líka sko þegar ég las þetta fyrst sem táningur sko, ég er í menntaskóla þá, það þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona einhver krimmi út í þú veist, hersveitina fordæmdu eða eitthvað svona, heldur bara íslenska krakka eins og mig og skólasystkini mín sko. Og samt mjög áhugavert sko, ekki neitt þú veist, ekki tala niður til okkar eða neitt, þá þetta var bara þú veist, bara spennandi. Já. Og þannig það er náttúrulega hann er náttúrulega hefur sérstök tök á hversdegi hann Pétur. Hann getur gert hversdagslega hluti mjög einhvern veginn áhugaverða og jafnvel spennandi og það er ekki öllum gefið sko. Nei, en hann hefur sennilega ekki síst í þessum bókum sem við erum að ræða núna nostrað alveg rosalega við stílinn sko. Það er varla hægt að skrifa knappari
en jafnframt sprækari texta. Já, það með ólíkindum og það sýnir sig að hann hefur bara tekið þetta föstum tökum alveg og það er bara, þetta er einhvern veginn, sko ég man ennþá eftir bara sko myndum sem kom upp í huga mér við lesturinn, svona einhver ferð í útilegu eða útiháttíð eitthvað og svona það var allskins svona, þú veist, maður gat séð fyrir sér myndrænt það sem var að gerast í söguna, því þetta var í okkar umhverfi, þetta var líka í okkar heimi unglingarna á þessum tíma, þetta er náttúrulega þannig séð, snýr hann að segja frá unglingsárum og annað framan af og þannig að maður gat alveg speglað sig í þessu og þarna, svo er náttúrulega bara stíllinn afbragðs góður og maður kannski hugsaði ekki það þegar maður var að lesa þetta 17 ára eða eitthvað svoleiðis sko en maður þetta hélt manni alveg. Já, og ef maður bæta við jafnvægi harmsögunar eða hins sorglega og djúpa og svo aftur þess sem er alveg brjálaðslega fyndið algjörlega fullkomi jafnvægi. Já, þetta er alveg rétt hjá þér sko. Þú ertu komin í bókmenntafræði bara. Ég reyndar tók nú slatta af kursum í bókmenntafræði íslensku hérna í mínu fyrra lífi. Þetta hljómaði vel. Já, þakkaði fyrir, ég líti á það sem hljóms bara. En fyrst og fremst er ég bara náttúrulega lesandi sko og ég hérna einhvern tímann heyrði ég þá sögu. Hann var að nýta sér nemendur í framhaldsskólum til þess að kanna viðbrögð við ég held að það hafi verið punkturinn og hann er að lesa sem sagt upp úr handritinu sem ekki er orðið að bók fyrir framhaldsskólanema og á einhverjum stað fannst honum hlegið of mikið og ég verði einhvern veginn að bara spyrja hann þegar ég hitt hann hvort þetta er rétt og mér skilst að hann hafi sem sagt þá aðeins breytt textanum því að hann var það er þessi dans. Já, og þetta ég nú þekki ekki þessa anekdótu sko en þetta er náttúrulega klókt að gera þú veist, þú ert með vissan markhóp þetta er náttúrulega ég skulle segja markhóp, ég myndi kannski segja það en þetta er saga sem fjallar tiltekinn aldurshóp og þá náttúrulega er kannski mjög snjallt að heyra í honum og það voru náttúrulega að verða mikla breytingar í svona talmáli unglinga þessum tíma og við erum náttúrulega búin að vera með sko sjónvarp lengur og þú veist, þetta er í 10 ár og ég held að þarna og það er svona þessi kynslóð líka hún kemur með svolítið nýjungum inn í tungumálið, ég meina við þekkjum með stöðmenn og annað og þannig að þetta hefur bara verið snildar hugmynd hjá honum að fá að lesa fyrir aldurshópin sem er verið að fjalla sko, því að þau geta náttúrulega metið þetta best sko. Hefur ekki líka oft pælt í því Gauti hvaða andlegu og veraldlegu aðstæður eru fyrir hendi þegar listamenn eiga svona rosalega frjótt skeið þar sem allt verður að gulli í höndunum að þeim. Já, það er náttúrulega verið langt skeið hjá Pétri sko. Mjög langt. En það er eitthvað sko ég minnist þessara ára þarna milli 70 og 80 sko Reykjavík var nú ekki mjög litskrúðu borg sko og þarna og þú veist hún var ég stundum sko einu sinni hitti bandaríkjaman sem kom með hippaflugi og var í 3 daga í Reykjavík á 8. áratugnum og hann sagði bara við mig there was not much to do ég meina það var ekki mikið að vera og þetta myndi kannski meira á borg í Austur-Evrópu en svona vestræna stórborg á þessum tíma en þessar sögur sko þessi skáldskapur hans hann gefur allt í umhverfinu nýjan lit sko út af þessum manneskjum sem eru þarna og skipta máli og eru þú veist tengjast okkur, þá fer kannski heimurinn að fá þessi meiri lit svona það að leita sem litsjónvarpið kom til Íslands. Já, þetta er góður punktur. Þetta held ég og eftir það fáum við miklu fleiri skáld eða á svipuðum tíma koma fleiri skáld og það verður allt í einu quite a lot to do í Reykjavík sko. Já.
saman. En svona, það verður náttúrulega þróun hjá honum sem höfundi síðar á æviskeiðinu erum við kannski ekki með neitt í líkingu við þessa fyrstu 4 hjá honum. Nei, hann náttúrulega þroskast sem höfundur, sko. Hann gerir það. Þarna, ég var nú bara svo ég sé ekki að ruglast, það Hversdagshöllin og Efstu dagur og Heimkoma, þetta eru náttúrulega sko, verk þroskashöfundar og svo hann að þýða þarna Flaubert og þarna Proust. Já. Og upp úr því kemur þríleikurinn, eða ekki upp úr því, eftir það kemur þríleikurinn þarna skáldsaga Íslands, heitir það ekki? Og þarna, sem sé, og það, sko, hann að rannsaka leiðir til þess að skrifa stíl á íslensku sem er þarna einhver nýjung. Og ég held í fram að hann hafi náði í svolítið með þessum framúrstefnu höfundum frönsku að þýða þá á íslensku og finna ný tækifæri fyrir íslenska tungu til þess að fara eftir. Sem örugglega góð leið fyrir íslenskan rithöfund sem býr á Íslandi að hérna verðum við ekki að sækja okkur fóður. Við höfum alltaf gert það alla tíð, alveg frá upphafi. Við lærðum að fluttum inn ritmál og þýddum allan fjandann, náttúrulega biblíur og heilaramannasögur og eitthvað svoleiðis og höfum síðan líka skrifað sjálf. Það hangir saman. Svo náttúrulega er þáttur hans í hvað maður að segja frönskum tengingum eða franskri menningu. Já, það er náttúrulega þessar frönsku þýðingar, svo er hann þýtt náttúrulega líka frægar svona nýlega, það er náttúrulega Regnskógabeltin raunamættu eftir Claude Lévi-Strauss sem var nú svona biblía hippana, sko, svona og er talið stundum vera svona ein af lykilbókum grænu hreyfingarna í Evrópu, sko. Já. Og síðan náttúrulega Játningar Rousseau sem er stórfengleg bók og kemur náttúrulega alveg á réttum tíma þegar þessi sjálfsæfisögulegu bækur eru algjörlega í hátísku hér alla Evrópu og Bandaríkjunum, ég segi bara Knausgård og fleiri, sko. Og hann hefur nú skrifað líka sjálfsæfisögulega bækur, hann Pétur, sko, það er Veraldarsaga mín og skriftir, örlaga gletta. Já. Og þarna þannig að þú veist, hann balanserar innflutningin sinn með í sínum eigin verkum, held ég, og það kemur mjög vel í ljós, sko, hvernig þetta vinnur saman að því að gera allt betra, bæði þýðingarnar og hans frumsamdu verk. Já. Hvað má segja hann hafi allar götur verið samfélagspólitískur rithöfundur? Já, ég myndi segja það. Ég held að, sko, af því hann er svona hann kemst nálagt, sko, okkar tíma. Hann fer náttúrulega eitthvað aftur í tíma þarna í skáldsögunni Ísland. En þarna, en sko, hann nær þessari tengingu við hvernig við erum að hugsa núna sem mannesku, sko, hversin söguefnið er. Og það finnst mér allavega að hann takist mjög vel og það eins og að sagt, sko, þegar í andra bókunum, sko, þá er þar töluverð þjóðfélagsgagnrýni, sko, í anda þessarar kynslóðar sem hann er af, náttúrulega. Já. Og þarna og hann hefur alltaf haldið vakandi gagnrýnu auga og ef maður hlustar á þarna þú veist, ræður hans eða les þarna pistlana sem hann líka komið út, sko. Já. Að þá er það alveg klart mála að hann hefur gagnrýna hugsun á réttum stað, sko. Og ekki veitir af. Og svo þegar við förum enn framar í feril hans og förum að hugsa Splunku nýjan dag. Já, ljóðabókina. Já, ljóðabókina. Það er fyrsta bókina hans, ekki? Já, kemur 73, held ég. Já. Að þannig eru mjög sterk skilaboð í ljóðlínni af jarðarinnar hálfu byrja allir dagar fallega. Er það ekki? Jú, glæsileg setning. Og bara þessi eina setning, hún fær mann til þess að hugsa veröldin upp á nýtt. Já. Og hún gæti, sko, hún gæti átt við umhverfisumræðu samtímans og svo margt, sko.
Já, og líka, sko, það sést líka einmitt á þessu vali hans á verkum til þýðinga, regnskógabeltin raunamættu, þó hún sé kannski ekki lengur í tísku sem þarna svona einhvers konar leiðarbók fyrir umhverfis meðvitað fólk, þá kemur hann með hana þegar að umhverfismál eru mikilvæg í umræðinni. Já. Og þarna, það er mikil vinna, þetta er stórt verk, sko. Já. Þannig að það er svona, það er líka, hann virðist svona ná tengingunni, þó það sé ekki alveg samtímis, sko, þá nær hann tengingunni þarna bara setna þá, eins og í því tilfelli og hann hefur alltaf, ég meina, hann hefur líka verið virkur í félagsmálum, sko, fyrir rithöfunda til dæmis og formaður félagsins. Já, formaður rithöfundasambandsins í allmörg ár og þarna og hefur látið í sér heyra í opinberlega út af ýmsum þjóðþrifamálum, sko. Gerði hann ekki einhverja sjónvarpsþætti líka? Manstu það? Það getur verið, ég hafi mist af þeim að því ég var ekki á Íslandi allan tíman, sko. Nei. En hann skrifaði líka náttúrulega um Þórberg og Halldór Laxness. Já. Og það er líka skemmtilegt, sko, hann fer svona aðra leiðir. Þetta er ekki bara einhvers konar sakfræðileg, þú veist, hann skáldið fær að vera með í þessum sögum, sko. Af því hún nefnir Laxness. Ég held að hann hafi verið fyrirtaksmiðlari frá Laxness yfir til minnar kynslóðar. Ég fór að lesa Laxness að kappi eftir Pétur. Já. Ég fekk svo mikið nága á þessu, í gegnum Pétur. Já, einmitt, og maður líka, maður skildi, þú veist, þetta er náttúrulega minnimáttakennt unglingsárana, sko, maður skildi allt í hann að maður, það er alveg hægt að lesa þessar bækur. Þú veist, þessar íslensku bækur, sko, sem maður hafði einhvern veginn, svona 16 ára, 15-16 ára, þá fannst manni bara, maður búin að lesa Enid Blyton of lengi, sko, og komin í Alistair MacLean og Hammond Innes og eitthvað svona, og svona var svona hræddur við þennan menningar, þessi umræðan sjálfstætt fólk núna, sko, allt í einu. Það var svolítið sami ótti, sko. Má ég lesa svona þunga og alvöru þrungna bók, sko. Svo kemur þessi bók og þessar bækur og þetta er bara allt í lagi. Það var bara að lesa þetta. Og það eru fínir menn að tala þessar bækur eins og hinnar og þá náttúrulega fer maður kannski að treysta sér lengra, sko. Já. Sko, nú er ég ekki alveg viss, en var það Pétur sem að segir í einni af þessum bókum að Laxness hafi sett punkt? Er það líking eða hugarsmíð Péturs, eða var einhver annar sem sagði það? Ég þori ekki að fara með það. Nei, ég þori ekki að fara með það heldur. Það væri ekkit ólíklegt, þetta er ekkit ólíkt honum, sko, en við skulum ekki spekulera með við vitum það ekki. Nei, hann sagði svo margt, sko, það var bara ein málsgrein og hún var bara tilefni tveggja klukkustunda samræðu á kaffihúsi hjá mér og mínu vini. Bara ein meitluð málsgrein sem hann hafði augljóslega legið yfir allt sitt líf. Hann er naskur líka, svona, einhvern tímann las ég í lesbókinni grein eftir hann Halldór Laxness, sko. Þá náttúrulega var hann búinn að grafa upp smásögu eftir Halldór Laxness. Nei, ekki eftir hann, heldur eftir Hemingway sem Laxness þýddi, fyrsta smásagan sem verkið eftir Hemingway sem var þýtt á íslensku kom út í tímaritunni Iðunni 1935 og titillinn á henni var Ljós heimsins af því hún heitir World Light á ensku og það er svona, þú veist, og ég með minnir að Pétur hafi skrifað haldið ykkur fast Ljós heimsins svo kemur bara nokkur að binda skáldsaga eftir Laxness sem heitir Heimsljós. En svona vinna höfundar saman og þegar þeir tengjast nánum böndum eins og í gegnum þýðingar þá geta þeir fengið sköpunarkraft hver frá öðrum. Veit einhver hver Pétur Gunnarsson er utan landsteinana, íslensku? Það er eitthvað búið að þýðin á frönsku held ég, sko. En það er synd hvað það hefur verið lítið held ég, sko. Ég man ekki eftir mikil umræðum hann á þýsku. Nei. En ég held að sko að Frakkland sem er svona, kannski eitt opnasta bókmenntasvæði í Evrópu eins og hafi sé eitthvað þýtt eftir hann, sko, þar. Þetta er að kanna þetta. Svo veit ég bara vist Péturs í Frakklandi þegar hann fer utan, hann ber ábyrgð á tugum ákvarðana vina minna sem
sem að hérna, ég kemur árgangunum 85 útskriftar árgangunum 85 og það voru alveg ótrúlega mörg okkar sem að stukku beint út í heim allmargir fóru til Frakklands og ég er alveg viss að það tengdist því að Pétur hafi verið þetta er náttúrulega fyrirmynd fyrirmynd og eins og ég segi, hann líka tekur þú veist, óttan frá okkur unga fólkinu á þessum tíma, bæði að lesa alvöru skáldskap og líka kannski þetta, fara bara til Frakklands þó ég sé ekkit sérstakur í frönsku og bara prófa það sko ég meina þetta er náttúrulega ágískanir hjá okkur en þetta er samt sko mér finnst þetta að vera svona element í hans verki að það inspirerar fólk til hluta alveg sammála og það er ekkert langt síðan ég las fjórleikinn hérna sem við höfum verið að ræða mest aftur bara jólin heldur fyrir 3 árum það elst alveg frábærlega bara gaman að þessu, það er lengra sem ég hef last en maður ætti kannski að drífa sig í það ég held það maður ætti kannski hvetja fólk til að gera það en sko þetta er mikill heiður eins og þú segir og þeir eru ekkert mjög margir sem njóta svona heiðurs fylgja þessu einhver veraldleg laun fyrir Pétur Nei, þetta er bara skjalið og athöfnin sko ég held að það sé yfirleitt ekki þannig með heiðursdoktor allan heim sko en þetta er heiður fyrir 2 það er fyrir náttúrulega viðtakandan en þetta er líka heiður fyrir skólan sko hann þarf ekkert að þiggja þetta sko en sko síðustu heiðursdoktors hafa þarna íslensku menningadeildar voru Steinunn Sigurðardóttir og Hannes Pétursson og í mál- og menningadeild var það Yoko Ono og Haruki Murakami þannig að þetta er svona þetta er ekki alveg þarna það fær þetta ekki hver sem er sko Íslensku og menningadeild segir það er ein deild var heimspekideild bara í gamla daga þegar ég var að lesa þarna íslensku bókmenntafræði en það er búið að breyta því það er búið að breyta þessi það heitir núna hugvísindasvið og það eru 4 deildir þar inni sko, heimspeki og sagnfræði er ein fornleifafræði svo er mál- og menningadeild það er erlendu tungumálin svo er íslensku menningadeild það er íslenska og menningagreinarnar bókmenntafræði, menningafræði og þýðingafræði og svo er guðfræðideild líka það eru 4 deildir og hvernig hafist þið við? Hvernig gengur? Þetta gengur svona lala þetta er basl með fjármuni basl með fjármuni ég skulum ekki fara að grænja yfir því núna en það er bara gefið og þarna en það er sem sé við fáum gott fólk í skólan og við erum ánægð með það sem við erum að gera við erum að reyna að bæta það náttúrulega alltaf og ég er allavega bjartsýnn fyrir þegar ég sé þessa nemendur mína á haustin þá fyllist ég alltaf bjartsýni sko og þarna að það er eitthvað gott til alltaf nýtt og nýtt Spyrðu unga íslensku nema stundum af hverju ertu hér? Nei, ég hef nú ekki gert það ekki nýlega en þarna við erum að við munum nú gera við erum að reyna að fara að kynna íslenskuna og íslensku menningargreinar fyrir ungu fólki sem kemur núna í mars til okkar á kynningu og við ætlum að reyna að kynna þetta svona þess að bæta aðeins aðsóknina það er svolítið áhyggjuefni hvað er lítil aðsókn í íslensku og staða í íslenskunar áhyggjuefni eins og hún leikur sig nema íslensku sem annarsmál sem er algjört sko, búmfag svo má segja og það er ótrúlegt að sjá hitta fólk sem fer í gegnum íslensku sem annarmál og er bara alltalandi á íslensku og sumt að því kemur til mín í þýðingafræði og fer síðan að þýða bækur íslenska höfunda út í heimi bæði í Frakklandi og svo náttúrulega í Bandaríkjunum og Kanada og þetta er allt þarna það sem íslenskan sjálf sem sé íslenska fyrir Íslendinga hún hefur ekki alveg þarna mikið vægi og áður og það er svolítið áhyggjuefni það þarf að gera sér grein fyrir að það er svo gífurlega margt fólk í þessu samfélagi sem er með íslensku menntun ég meina síðasti forsætisráðherra var nú með íslensku próf sko, meistaragráði í íslensku og þannig að þetta hindrar mann ekki sko Nei en það er svona við þurfum að hugsa vel íslenskuna Ég heyrði fyrst þitt nafn fyrir áratugum og þá sem þýðanda úr hvaða tungum hefur þú helst þýtt? Ég þýði úr ensku og þýsku og hvað hefur helst þýtt? Ég þýtti alltaf í 4 ár þýtti í sjónvarpsefni sem sé, það var Taggart og söngelski spæjarinn og eitthvað svona og annað en
svo hef ég þýddi ég svona, ég þýddi nú fyrstu bókina eftir Stephen King sem kom út á íslensku. Vistnaði heitir hún. Já. Og svo Dr. Ruth, leiðbeiningar gott kynlíf, þetta var nú þegar ég var bara á 30-aldri, sko. Þetta eru smellir. Já, þetta voru fína bækur. Já. En svo hef ég þýtt þarna Laocoon eftir Lessing, það er svona munin á myndlist og skáldskapalist, þekkt bók í Þýskalandi kannski, og ég var að klára bók sem heitir Töfrafjallið eftir Thomas Mann. Já. Og hún kom út á þessu ári. Já. Og hún verður bók fyrir jólin næstu. Allavega það, já, ég jafnvel að reyna að vona komin út aðeins fyrr, en það fer eftir hvernig gengur að ganga frá henni, sko. Ég mun lesa hana. Já, ég held að það sé vel þess virði, en á þess að ég auglýsa mín eigin bók hér í þessu samtali. Já, það er tækifæri til þess. Dauðafæri. Já, svo var ég að stýrði þýðingu á þarna eftir framsetning veruleikans í vestrænu bókmenntum. Ég og nokkur aðrir nemendum mín sem þýddum hana. Já. Það er mjög merkileg bók fyrir alla sem hafa áhuga á bókmenntum, því að hún svona fjallar hvernig veruleikin hefur verið settur fram í gegnum aldirnar, alveg frá því fyrir Krist og til okkar tíma. Já. Eða svona fram á 20. öld. Já. Og svo framvegis svo ég þýtt nokkra ljóðabækur og annað. Síðasta var eftir Dinser Gusjeter, þýsk tyrkneskt skáld, kom út hjá tunglinu. Þannig að það er svona hitt og þetta sem ég þýði. Og svo þýddi ég náttúrulega sem ungu maður allt sem að kjafti kom, sko. Ég var skjalaþýðandi og allt svoleiðis, sko. Ég lifði á þessu ágætlega mér sér. Mér er gaman að kynnast þér og þetta er frábært framtak með Pétur og ég óska ykkur til hamingju með morgundaginn, gott skref. Ein lokaspurning, hraðaspurning, manstu hvað hún hét, bókinas Stephen Kings sem þú þýddir sem vistnaðu á frummálinu? Hún hét Thinner. Já, vistnaðu er nú ansi góð þýðing. Já, Thinner það var ekki, vinnuþýðingin var Thinner. Já. Og þá hristum við bara höfuð og réttilega. Já, þetta er ekkert mjög algengt að sjá boðþátt þarna með og þetta orð. Já, það var. Góði taktar. Gutti, kæri þakkir fyrir komuna. Takk samleiðis. Og kæri þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur góðir. Við setjum punkt hér við Rauðaborðið í kvöld. Takk fyrir samfylgdina, þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og öðrum sem styðja okkur. Ég þakka ykkur sérstaklega sem dreifið efni okkar. Og áskrifendur samstöðarinnar, þeir sem eru styrktaraðilar og hafi farið inn á samstöðin.is og hakað við hnappinn áskrift og greiðið hlægilega lágt mánaðargjald, aðeins 2.750 krónur á mánuði. Ég þakka ykkur mest, en þættinum er lokið, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.